Jæja, þá erum við komin í loftið loksins. Hérna leikur Víkinga og Hauka í 16 liða úrslitum bikarkeppni HSÍ. Og okkar menn í Víking hafa engu að tapa, algjörlega pressulausir, bara að keyra á þetta og reyna að njóta þess að spila, sjá hvað það skilar sér. Og Stefán Rafn skorar gott mark. (1-0) Já, Marino Gauti byrjar hérna inn á í vinstri skittunni. Ég er mjög ánægður að sjá það. Ég var einmitt að hugsa á hann að ég var búinn að spá því. Nú þarf hann að vera ákveðinn. Ekkert stress í honum. Slök sendingi Jóhann Reyni. Það var laglegt. Marino Gauti jafnar hérna 1-1. Þetta er hans leikur upp í loftið og neglamarkið. Víkingar hérna í 5-1 vörn með Halldór Inga fyrir framann. Dóri með langar lappir, langar hendur. Oft gott að vera með svoleiðis menn fyrir framann. Já. Og Andri Már Rúnarsson, sonur fyrrverandi þjálfara Hauka, skorar þetta gott mark. 2-1 fyrir Haukum. Já. Þetta er ekki einn smá 6-0 vörn sem að Haukar geta boðið upp á. Stórir og þungir menn í tvistum og þristum. Já, Ólafur Víðir flautaðar og stoppar. Já. Glæsilegt mark hjá Jóhanni Reyni. Gott undir þetta skot. Það er vonandi að þessi góða byrjun haldist sem lengst hjá okkar mönnum. Þeir virka pressulausir og óttalausir. Andri Berg fær þetta gult spjald. Já. Þetta er alveg spurning. Þetta er að sjálfsögðu annarkvort runningur eða vítakast. Ég veit ekki hvort að Arnar Gauti hafi verið komin inn í teginn hérna, hafi staðið inn í tegnum. Ólafur Víðir reyndar afar vel staðsettur, vildi ég sagt hafa. 3-2 fyrir Haukum. Já, Ígor minn losaði boltan. Já, Haukamenn fara hátt upp með hornamanninn í vörninni eftir innleysingu. Og Guðjón Ágústsson óöppinn. Dóri alla leið. Já. Þetta var klaufalegt.
Dóri ólengi að athafna sig hérna. Smá stress í kallinum. Já. Hárréttur dómur. Ígor snertan hérna. Það má ekki í svona færi. Og Guðmundur Bragi fyrir punktinn. Þetta tekur einhver tíma að flutta þetta víti á. Og hann skorar að miklu öryggi. Já. Við erum einu færri en tökum markmann út af, spilum. Nei, við tökum ekki Bjarka út af. Spilum bara hérna 5 fyrir utan, enginn inn á línu. Já. Nei. Þetta á ekki vera hægt. Þetta var hann snöggur að fá boltan en hann hafði samt ágætis tíma til að aðtapna sig. Ef hann reynir. Já. Andri Már dregur hérna frá og já, vel spila á Geir. Gaf hann að hárréttum tíma. 5-2. Það er bara munur á þessum liðum, eðlilega. Haukar eiga að vera í topp 5-6 í Ólís. Við erum í grillinu. Það er ennþá 30 sekundur að við verum með fullskipa lið. Já, svo Gauji klippir hérna. Já. Það þarf að koma skot. Að sjálfsögðu. Frábært að fá þetta mark. Aðeins að höggva hann út inn. Staðan er 3-5. Já. Geir Guðmundsson heppinn hérna. Fær hotkast. Hérna hefði hann á úseki mátt gefa boltan yfir. Já. Já, fín vörn hjá Dóra. Skil ekkert í Andram á að stoppa flæðið hérna. Áttu bara að láta boltan ganga áfram, halda honum lifandi. Já. Ágætis vörn hjá Marra, hann þarf að vera aðeins fyrri til. Megum ekki missa utanvert. Já. Spurði hvort það komi línusendi fljótlega, nei. Já, hann er algjör gormur, hann Guðmundur Bragi, hoppar hátt, fínt skott hjá honum óöppinn. Já, Ígor losaðu. Já, flott, áfram. Boltan yfir. Yes. Vel gert og svo látum hann vinna. Ok. Ígor kemur núna hægra megin, Marri vinstra megin. Já.
Ígor þarf að horfa á markið, reyna að fá hálfa mann í sig, ekki bara horfa til hliðar. Já. Við erum allt of mikið að horfa til hliðar núna. Við þurfum að þora að fá mennin í ykkur. Já, hárréttur dómur, frábær sendingi á Jóa. Vel gripið á Dóra, fiskaði þetta gott víti. Það fyrir engin annar en Andri Berg Haraldsson á punktinn. Gamla brýnið. Á móti Magnúsi Gunnari Karlssyni. Magnús, ungur og efnilegu markmaður. Fjögur 5 eftir 10,5 mínútu. Eins og ég sagði hann, vonandi að við náum að hanga sér lengst í haugunum. Já, keyra upp. Nei, Bjarki. Þetta var ekki góð ákvörðun. Það sá strax. Þetta átti Guðmundur Bragi að gefa Andra Má Rúnarsson. Ekki góð leikskilningur, verð ég að segja. Andri Már og Stefán Rapp voru í yfirtölu 2-1. Já. Já. Marri ákveði núna, horfðu á markið. Slagt skot í þessa millihæð og Halldór Ingi Óskarsson snöggur að pikka þennan bolta upp. Og við erum búin að jafna í 5-5. Já. Og Stefán Rapp skorar. Frábælega gert hjá Andra Má Rúnarssoni, góð finta tilbaka og leta hann droppa niður í horn. Já. Marri að sjálfsögðu, drengur. Þetta er eina vitið. Bara gamli góði Júki vinstri og upp á þristana. Já. Staðan er 6-6. Ég held að markaskórið sé ekki inn í lýsingunni hjá okkur. Sögum smá tæknilegra vandamála. Þannig að ég verð bara duglegur að segja ykkur stöðuna. Já. Já, þetta var ég að tala um áðan. Megum ekki missa milli 1 og 2. Beina þessum varnarmönnum frekar inn á miðjuna, það sem allur pakkin er. Þurfum að standa rétt. Þá kemur Hlynur Freyr Ómarsson í markið. Freista þess að verja þetta vítakast. Og hann skorar, Guðmundur Bragi. En eins og ég segi, þetta er ljómandi fín byrjun á þessum leik hjá okkur. Við þurfum að halda þessu áfram. Þetta má ekki vera ykkur 5-6 mörk í hálfleik, þá verður þetta... Það verður seinni hálfleikur ekki skemmtilegur, satt best að segja. Já, þetta var eitthvað skrítið. Ígor ekki horfa bara til hliðar. Við erum að þóra að horfa á markið, já, flott. Og klipping. Og boltan yfir. Já. Já. Og Ígor Kotti
Já, þetta voru óheppnir. Gauti steig á línu. Frábær hugsun og virkilega vel útfært þetta kerfi. Já, tjekkafærsla og inn í hornið. Og Bjarki ver þetta frábærlega. Boltan yfir. Og Guðjón Ágústsson jafnar þetta í 7-7. Rúmar 15 mínútur búnar hérna að fyrri hálfleik. Já, ég skil Ásgeir Örn Hallgrímsson mjög vel. Hann þarf að kveikja smá neista í sínum mönnum. Þeir eiga inn í 2-3 auka gíra. Já. Já, eins og ég segði þann þá ætla ég að vera mjög að segja oft stöðuna. Það verður kannski einhverju þreyttir á að segja stöðuna en hún sést bara ekki á skjánum vegna smá tæknilegra vandamála. Þannig að ég verði að upplýsa ykkur reglulega. Já. Það er spurning hvernig leikmenn Hauka svara þessu leikli. Hvort það hefur verið kveiktur einhver neisti. Já. Þá er Birkir Snær Steinsson kominn í hægri skítinu Haukum. Mér persónulega finnst mjög gaman að sjá hann. Kominn inn á, efnilegu strákur úr yngri flokkunum. Ég held að hann sé bara 17-18 ára, eitthvað svoleiðis. Já. Já, Guðmundur Bragi er bara á einhverju smá lulli hérna síðustu 2 sóknum. Já. Já, þá skipta Haukarnir vörn. Fari í 5+1. Nei, 5-1 vörn vildi ég sagt hafa. Andri Már hérna fyrir framann. Þá ætti að skapast smá svigrúm hérna fyrir aftan. Einhverju opnanir ef menn eru klókir. Að sjálfsögðu Marino Gauti Gunnlaugsson, 19 ára gamli, með sitt 3. mark. Þetta er virkilega sterk byrjun í honum í þessu leik. Aftur missir Ígor Mesúlia milli 1 og 2. Þetta er ekki boðlegt og ég kalla eftir því að Guðjón Ágústsson taki allan að skrefið og reyna að fiska blokkeringu, nei fiska rauðning. Já, 8-8 eftir hérna 17 mínútur. Upp með þið. Já. Spurning hvort við förum aftur í Kíl. Nei, Arnar Gauti leysir bara inn. Og allt galopið. Frábær innleysing hjá honum. Sendingin hjá Jóa. Algjört konfekt. 9-8 fyrir okkur.
Já. Þarna vorum við óöfnir, ná ekki þessu frákasti. Össur Haraldsson kominn inn á í vinstra hornið. Virkilega vel spila, frábær þversending frá Guðmundi Braga inn á Birki sem kom á strauginu, keyrði eyðuna milli 1 og 2. Gulli vill fá 2 mínútur. Ég skil hann alveg vel, fara aðeins í bakki á honum. Ég er bara að vilja sjá Jóhann Reynir losa boltan yfir. Ég held að það hefði verið smá svigrúm fyrir smá opnun þar. Þetta var lélegt, 9-9. Gamli Bundesliga-spilarinn Andri Már. Gulli ákveður að taka leikhlé. Ég vissum að hann kemur með eitthvað mjög gott hérna móti þessari 5-1 vörn. Vonandi getur það opnað einhverja gáttir. Gulli allan að mjög sókndjarfur að taka þetta leikhlé, ánægður með hann. Í staðinn fyrir að kannski taka leikhlé þegar við erum komin í 3 mörkum undir hérna eftir nokkra mínútur. Þannig að það verður gaman að sjá skjóttu, ok, glæsilegt. Jóhann Reynir fekk þarna 2 varnarmenn í sig, þá var Dóri laus. Gaman að sjá okkar ungu og uppöldu menn Halldór Ingi og Marino Gauti er að blómstra hérna í fyrri hálfleik. 10-9 fyrir okkur. Það var nú samt virkilega vel gert hjá Haukunum, fram að skoti. Það spiluðu þarna sín á milli Guðmundur Bragi og Andri Már nokkru sinnum, fengu ágætis skotfæri, hreyfðu vörnina úr stað. Nú spilum við kílkerfið.
Þarna vildi Halldór Ingi og strákarnir fá eitthvað fyrir sinn snúð. Óli Víðir sá ekkert athugavert við þetta. Áfram. Marri fáðan. Að losa boltan yfir. Frábær finta tilbaka hjá Marra. Marri með sitt 4. mark hérna í kvöld. Ótrúlega ánægilegt. Og Igor Múrsúlia stelur honum. En Andri Már klókur stelur boltanum á honum. Frábær yfirenda finta hjá Birki Snæ. Og ekki var sendingin síðri í hornið, aftur fyrir bak. Hörku talent þessi strákur. Maður sá bara hérna í þessari sókn bæði með góða fintu og góðan leikskilning. Hann hávaxinn, örugglega 1,90. Hann þarf klárlega að vinna meira með hennar gaur á Ásvöllum. 11:10 fyrir okkur. 23 mínútur búnar hérna. Það er ennþá 50 sekúndur í að við verðum með fullskipalið. Hvað er Ígor að biðja um? Þarna hefði viljað fá innleysingu. Þetta hefði verið stórkostlegt. Munaði engu að við hefum náð þessu geggjaða sirkusmarki. Það hefði kryddað þetta ennþá meira og betur. Þetta var virkilega vel útfært. Ánægði með Gulla, setur Sigur Pál Mattíasson inn á. Siggi 17 ára, ungur og uppalinn leikmaður hjá okkur. Nýlega valinn í 19 ára landsliðshópinn. Siggi óuppinn, nú þarf að skila sig heim. Össur jafnar leikinn þetta, 11:11, 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Eina sem ég bið um er að við séum ekki að fá einhverja tæknifélag hérna trekk í trekk og lendum undir með 3 mörkum í hálfleik. Svo sem ekkert sem bendi til þess með við sóknartilburði Hauka það sem af er leiks. Gaui leysir inn, 4-2 og já, flott. Þetta er alveg á gráu svæði. Þetta hefði alveg geta verið vítakast.
þetta er rosa eitthvað þingaða fintu núna hjá Guðmundi Braga. Þessi finta þarf að segja og Andri Berg fer á punktinn. 3,5 mínúta eftir að fyrir áleik og hann skorar. Haukamenn algjörlega andlausir hérna. Það vantar eitthvað karakter og persónutöfra hérna í þá. Ég sé ekki hver er leiðtoginn í þeirra liði stundarsækir að minnstakosti til þess að rífa þetta í gang. Já, Birkir. Já, ég er virkilega heillaður að þessum strák. Eins og sá hann langur með hreyfingar, getur losað niður í horn. Þetta er klárlega framtíðarleikmaður. Já. Já, lína á Halldór Inga. Ég held þetta sé bara réttu dómur. Já, vel spilað Andra Má. Rétt ákvörðun hjá honum. Margir hefðu komið með hann bara beint í hægri skyttuna en hann sá að hornið var laust. Já. Ígor, horfða markið. Áfram, áfram, yfir. Og losa. Ó, Jói, ert alltof seinna að losa. Ok. 2 mínútna brottvísun á Birki Snæ. Réttu dómur. (12:12) mínúta eftir af fyrri hálfleik. Glæsilega útfært, einu fleiri. Vörnin var búinn að færast yfir. Jói kom með hann tilbaka. 13:12. Já, Adam Haukur 10 sekúndur eftir hérna fyrir hálfleik. Og Geir Guðmundsson skorar og jafnar hérna í 13:13. Já, við tökum okkur smá hlé núna og komum síðan bara vörmum spori í seinni hálfleik. Hörkuleikur hérna fyrir hálfleik.
Jæja, þá seinni hálfleikurinn hérna hafinn. 13-13. Stál í stál hérna í fyrri hálfleik. Og margt virkilega gott í leik okkar manna. Og nú þurfum við að fylgja svo eftir. Við megum ekki gera svona tæknifela og fá mörk í bakið. Það voru Haukar ansi fljótir að komast á bragðið. Og hversu oft hefur maður séð svona bikarleik þar sem að fyrstu deildarlið stendur í úrvalsdeildarliði og úrvalsdeildarlið siglir síðan fram úr síðasta korterið. Þannig að það heilmikil áskorun fyrir okkar menn að missa þetta ekki niður. 14-14. Já. Skil nú ekki alveg að hverju dómarinn leiði ekki Guðmundi Braga. Hann náði að losa boltan. Akkur eru að voru að stoppa. Já. Já, frábær þversending hjá Guðmundi Braga inn á Geir sem losa niður horn. Og það Andri Fannar Elísson sem skorar gott mark. Þetta Seigustrákur uppalinn í yngri flokkum Hauka. Örugglega á svipuðum aldri og Birkir 2005-04 eitthvað svoleiðis. Þannig að það bara frábært fyrir Hauka að þeir séu að fá menn upp. Haukar hafa alltaf verið með góðan fjórða og þriðja flokk. Já. Og Stefán Rapp kemur 14-16 yfir. Ásgeir Örn og Einar Jónsson og Tjörfi Þorgeirs. Það var eftir aðeins lesi yfir hausamótunum með mönnum. Þetta svo dýrt að fá svona, gera svona tæknifela. 3 mínútur búnar og verið strax 3 mörkum komnið 3 mörkum undir. Þetta bara munurinn á deildunum. En klárlega ekki góðlegi tæknifélag sem við höfum verið að gera hérna í upphafi seinni hálfleiks. Við erum algjörlega búin að gefa Haukamönnum blóð på tennen. Já. Nú þurfum við að fara að vakna. Getum ekki leyft okkur svona feila. Já. Spilum þetta kerfi Álaborg held ég. Já. Þetta bara hárrétt. Þetta ekki ruðningur. Sóknarmaður fekk að njóta vafans hérna.
Já. Já, flott, kerum upp, skilum eftir, boltan yfir, Gunni Johnson. Já, geggjuð finta hjá honum. Rosaleg finta. Ég ætla að spá því að hann muni horfa á þetta nokkur sem í kvöld á upptöku. Þvílík sprengja hérna til hægri. 15-17. 4,5 mínútur búin að setja á leik. Þetta er svo soft varnarleikur. Engi hjálpavörn í Jóhanni Reyni og Gunni Johnson ekkert smá soft þarna. Barbasinski. Ansi hátt yfir. Já. Já. Þannig kemur Arnar Gauti inn og áfram heldur Andri Fannar að fara hátt upp varnarlega eftir innlýsinguna. Glæsileg línusending. Ennþá betri markværslega Magnúsi. Já. Hann var snöggur og snar, Andri Fannar Elísson. Kom hérna eins og eimreið. Halldór Ingi verður að fara að nýta færi sig betur í dauðafærum. Það hafa farið allt og mörg færi forgörðum. Svona bara eitt á móti markmanni á línunni. Á réttu dómur. Adam Haukur aðeins og harður í hornataka hérna. Agnar Ingi var eins og hrísla í höndunum á honum. Já, og já, hérna átti Gunni að fara sjálfur. Það var pláss milli 1 og 2. Hérna valdi hann einfaldlega vitlaust. Já. Haukarnir taka markmann út af. Og Agnar Ingi. Glæsilegt. Frábær fiskaðu bolti hjá honum. Nýtti sig það. Magnús Gunnar komin út af. 16-19. 7:40. Búnar af seinni hálfleik. Já. Spurning hvort að boltinn endi ekki hérna í lúkonum á Heimi Óla. Þeir eru að fara að stilla upp í eitthvað kerfi.
Já, það var ekki gott og Agnar Ingi glæsileg innkoma hjá drengnum. 2 mörk í röð hérna. Og við erum að öðlast smá sjálfstraust og trú. Já, Magnús Gunnar fer að koma í marki núna. Jafnt í liðum, 17-19. Við erum aðeins að koma tilbaka eftir erfiða byrjun í seinni. Þetta er bara ekki gott skot. Þegar ég er góð ákvörðun hjá Andra Má. Af hverju er þetta ekki vítakast? Mér fannst hann vera með nægt vald á knettinum til þess að fá þetta vítakast. Óli Víðir ekki sammála. Já. Vel gert, Marri. Gaman að sjá Marra setja hann yfir í vinstri og losa hann. Og Jói mitt 1 og 2. Og Stefán Rapp. Já, ok, keyrum á það, nákvæmlega. Enga tapa. Boltan yfir. Það var Jóhann Reynir allt og sitt að gefa hann. Þegar menn er að hlaupa svona upp völlin. Vörnin er að snúa. Það er ekki búin að taka sér stöðu. Þá verður við að hreyfa boltan til þess að reyna að rugla ykkur í talningu hjá varnarmönnum andstæðingsins. Já, 20-18. Stimmi kominn inn á miðjuna. Það kemur alltaf ró á yfirhöfun og klókindi með honum. Já. Áfram. Glæsilegt. Marin og Gauti búin að vera virkilega öflugur hérna í kvöld. Hann er örugglega með 5-6 mörk, drengurinn. Þetta er klárlega hans besti leikur, það sem hafi vetri. Andri Fannar leysir aftur niður í hotn. Já. Rosalega sloppy varnarleikur hjá Marra. Hann á ekki að labba svona rosalega auðvelt í gegn. Geir. Og Dóri skorar. Tuttugu 21. Já. Jó, ég held að þetta sé bara réttu dómur. Dómararnir verða að dæma eins báðum megin. Þó að við séum hérna deild neðar. Þá getum við ekki fengið svona vafdóm, fór bara í andlitið á honum. Þetta er skýrt í reglunum. Já.
Já, kemur Birkir Snær aftur inn á. Gaman að sjá það. Þvílíkt talent, þvílíkt efni. Og Bjarki ver, en Stefán Rapp snöggur að pikka þetta upp. (20, 22). Við erum hérna einu færri, 5-6. Nú þarf að fá aga og skynsemi, ekki tapa á bolta eftir 10 sekundur. Og mark í bakið. Já, hvað sagði ég? Þetta er alveg dæmigert. Já, áfram, dragaði frá. Það er ekki hægt að hleypa þessum manni inn úr horninu. Hann skorar bara alltaf. Þetta er svo auðvelt fyrir hann. Hoppa vel upp og með frábæra hendi. Stefán Rapp, það er ástæða fyrir hann spilaði nærlendis í einhver 7-8 ár. Já, bara rólegir, 5 sekundur í mannin. Losaði Jón. Já, Brynjar Jökull Guðmundsson kominn inn á línuna. Fínt að fá eitt svona stóran skrokk sem getur aðeins tekið til sín. Já, Gunni þarf að sjá línan alveg laus og Agga. Já, Jón Hjálmarsson ekki komið góð innkomu, verður að segjast alveg svo er. En Jón búinn að standa sig heilt yfir fínt í vetur þegar hann hefur komið inn á. Kraftmikill spilari. Já. Frábært. 21-24. 15,5 búinn af seinni hálfleik. Já, ég er ánægður að sjá þetta. Andri Berg kominn inn á í tvistinn. Og Gunni skiptir. Ég get lofað ykkur því að Andri Berg er ekki að fara að missa sóknarmennina svona auðveldlega fram með sér. Já, verður að taka orðin tilbaka. Hann missir hann nákvæmlega eins og Gunni. Frábær finta hjá Guðmundi Braga, hann er mjög kvikkur í báðar áttir. Já, slög sending. Já, ég vil sjá okkur keyra aðeins á þá, ekkert stress. Já. Já, Stimmi kemur á miðina, Gunni hægra megin. Alla leið Jón,
Já, fín vörn hjá Adam. 13 mínútur eftir, 21-24. Hendi komin upp. Nú þurfum við bara að fá skot. Marri skjóttu bara. Marri skjóttu. Að sjálfsögðu drengur. Þetta átt að gera sem mest af. Þeir út on fire eins og út búin að vera í kvöld. Og við vinnum þetta boltan. Nei, við þurfum að taka þetta réttum stað. Eða hvað? Já, ég skil vel að Stefán Rafn og Heimir Óli séu ekki par sáttir. Fríkasti tekið á kolröngum stað. Það bara munar þessa fjarlægð í sóknaruppbyggingu. Og Hauka fá brottvísun. Andri Berg nú vilja og skori drengur. Já, 23-24. Ok, nú rúmar 12 mínútur eftir þessum leik og ég vil að við sýnum bara smá kjark og hugrekki og þor í að reyna að vinna þennan leik eins kannski ótrúlega og það ljómar. Af hverju ekki? Ef leikmenn trúi ekki, hver á þá að gera það? Já, Brynjar. Já. Hendi komin upp. Nú það Bjarki að standa vaktina og kemur örugglega skot. Og virkilega vel varinn bolti. Já, herðu, við erum hérna einu fleiri. Nú verður Gulli að stilla upp í góða sókn og ég veit hann gerir það. Það Igor Mersúlia komin inn á. Nýtum þessa yfirtölu vel drengir. Ekki tapaði bolti og glæsilegt Jón Hjálmarsson. Frábælega gert hjá þau drengur. Var í smá brassi á hann. Fær hérna dauðafæri og nýtið það vel. 24-24. Það farið að fara Haukamenn í stúkunni. Já. Hversu oft höfum við séð þetta hjá Haukum síðustu 10-12 ár. Það bara mokað inn á Heimi Óla eins og hann sé Hakim Olajuwon eða Dikembe Mutombo. Bara gamli góði bananaboltinn inn á línu og hann með aðra höndinu uppi. Já. Igor minn horfði á markið. Já. Stimmi óöppin. Þetta bara hárrétt, fríkast og ekkert annað. Já. Já, virkilega vel skotið á Guðmundi Braga. Já. Já. Ég bara sammála Gulla þarna. Taka bara Halldór Inga.
setja hann inn á. Brynjar Jökull, hann var ekki alveg að finna sig þetta. Og Igor Mersúlia með frábært mark. Toppmaður, hann Igor, góður drengur, vinnur hérna sem húsvörður. Þetta var ekki fastasta skot sem við séum þetta í kvöld, en það þarf ekki alltaf að vera fast. Já. Já, Heimir Óli Fox hýllur hérna. Alltaf dómarinn ekkert að gera neitt í þessu. Igor ætlaði að labba yfir til hans og biðja hann afsökunar. Heimir Óli Fox hýllur og svona sett upp smá látbragð með nefanum. Já, svo sem bara saklaust. Það hitt í þessu. 25-26 fyrir Haukum, 8 mínútur eftir. Já, Halldór, já. Við eigum bara einhvern séns hérna, þetta er ótrúlegt. Já. Jafnt í liðum. Þurfum við bara að fá og Jóhann Reynir virkilega óheppinn en það bilmíkskot. Já, ákvæmlega sést þetta að sjá Atla Má Bárusson spila á línunni á Haukum. Búinn að vera hérna mjög mörg ár, alltaf á miðjunni. Jesús Pétur, hvernig ósköpunum gat hann labbað þarna í gegn milli 1 og 2 á þess að Jón Hjálmarsson eða Igor myndi gera neitt í því. Ótrúlegt að hann hafi náð að komast þetta í gegn og skora. 25-27. Já. Já, það er ekki slæmt að geta bóðið upp á þetta. Bara innlýsingu frá horni og línumann milli 1 og 2 og Adam Haukur í loftið. Já. Já, gera. Aggi með, losaði drengur. Aggi með! Jesús Pétur, maður. Hvernig væri að opna þess augun?
Hvernig væri aðeins að líta upp og sjá samherja sína? Aggi var bara laus í svona 4-5 sekúndur hérna í horninu. Úff. Hérna hefðu getað minkað niður í 2. Djöfullinn maður. Jæja, áfram gakk. Það verður erfitt, en við þurfum að hafa trú. Nei, það er ekki dáta maður. Haukamenn brjálaðir hérna. Ég held að sé ekki dáta. Adam Haukur hefði bara átt að sleppa þetta 2 niðurstungum og gefa boltan yfir. En hann áttar sig ekki alveg á leikstöðunni sem er uppi. Þrátt fyrir að spila í þessari deildi í 100 ár. Það verður að drippla nekst þar 2 sinnum hérna lengst út á miðjumvelli. En hann er góður í þessu drengurinn og hefur alltaf tíð verið. Það er að hoppa upp og skjóta 25-29. 4,5 mínútur eftir. Þetta verður erfitt, við held ég ekki. Ég sé okkur ekki koma tilbaka úr þessu. Þetta var skemmtilegt á meðan þessu stóð. Æja, ok. 4 mínútur eftir, 25-29. Nú þarf Andri Berg að skora. Minkutan er í 3. Óli við stoppa tíman. Það er okkur klárlega til góðs. Já. En Matas Prankevicius hann hefur ekki heitlað marga með sinni framistuðu í vetur. Já. Birkir Snær. Já, stoppa tíman. Já. Haukamenn ómyrkir í máli hérna. Birkir Snær. Ég er sammála Óla Víði. Vissulega ég starfsmaður hérna Víkings og er að lýsa þessu leik ekki alveg hlutlaus. Ég reynir samt að sjá þetta svona, já. 2 hægri, Andri Már fer væntanlega hérna strax inn. Já. 25-30. Aukarnir að klára þetta hérna. Já. Já, þetta var aldrei spurning að svona einhvern veginn vantaði bara þetta þó nokkuð upp á síðustu 10.
Og Marino minkar í 4. Spurning hvort við förum ekki bara í 4-2 eða eitthvað. Tökum 2 út. Nei, ég meina leikurinn farinn. 2 mínútur eftir, 4 mörk. Á Benedikt Emil Aðarsteinsson. Strákafættur 2005. Kom frá FH í sumar að koma inn á. Frábært fyrir hann. Efnilegur strákur sem verið að standa sig vel með Ulli og 3. flokk. Já, hann kemur hérna inn á í hægri skyttuna. Og Marino Gauti heldur áfram að salla í mörkum. Matas átti ekki sénsi í þetta. Já, heilt yfir bara nokkuð góð framistæði okkar mönnum. Adam Haukur eins og segi, fyrri hálfleikurinn frábær í okkar mönnum. Fyrstu 10 í seinni hálfleik ekki góðar og svo núna já, svona síðustu 7-8. En margt sem við getum tekið með okkur inn í jólafríið. Já. En Haukarnir að sigla hérna í 8 liða úrslit. Þeir stigu bara aðeins hérna á bensíngjöfuna síðustu 10. Og við óskum þeim að sjálfsögðu til hamingju með sigurinn. Og góðs gengis í 8 liða úrslitum. En eins og ég sagði hann, margt mjög gott á okkar mönnum, eitthvað sem við getum tekið með okkur áfram inn í deildina eftir áramót. En nú eru strákarnir komin í jólafrí frá leikjum. Ég held að það sé bara kærkomið, búið að vera nóg að leikjum og líf og fjör. Menn æfa aðeins áfram og svo fara ég bara í smá jólafrí. En við þökkum kærlega fyrir áhorfið hérna í kvöld og við að sjálfsögðu höldum áfram að sýna frá leikjum karla og kvennaliðsins á nýja ári. Takk fyrir okkur í kvöld.